Við höfum töluvert fjallað eitt nýstárlegasta hverfi borgarinnar, Bryggjukverfið í Grafarvoginum undanförnu, en þar erum við einmitt með tilraunaíbúð. Já. Og nú erum við komin með hér arkitektana sem ætla að vinna þetta spennandi verkefni fyrir okkur og það Kristín Gunnarsdóttir og Stefán Iversen. Velkomin. Og þessi íbúð, við fáum alveg hreint frítt spil. Við fáum að gera það sem eða þau fá að gera næstum því það sem þau vilja í þessu og það mjög spennandi. En við ætlum að byrja á því að líta inn í íbúðina og þar hitti Vala fyrir hann Eirík listasmið í tilraunaíbúðinni og við heyrum svona hans verklegu hliðina á þessu. Það skemmtilegt af því hann listamaður sjálfur, hann leiklistarmenntaður og búinn að stunda kennslu og ýmislegt annað og þess vegna hefur hann mikla ánægju af því að vinna þetta nýstárlega verkefni af þessu tagi. Tölum við Eirík. Eiríkur, hvernig líst þér nú á þessa hönnun hérna og hvernig að vinna þetta svona? Já, þetta náttúrulega svolítið mikið föndurvinna, en það líka alltaf gaman að glíma við eitthvað sem ekki svona hefðbundið, en þetta náttúrulega þekkt form, þetta bogaform. Þetta svolítið mikill bogi, við verðum að nota 6 mm gifs til að beygja, svo erfitt með 12 í svona miklum beygjum. En þetta má segja þetta sé eiginlega tvöföld grind af því ég byggi fyrst þunna grind sem 4,5 cm og svo þykki hana til að ná út plássi fyrir ljósleiðarna sem koma undir og ofan. Já, akkurat. Þannig að það verður svona ljós í þessu að ofan og neðan. Já, en þetta mikið föndur út af alls konar dæmum sem að koma inn í þetta. Líka bogarnir við vegginn, þeir geta verið svolítið erfiðir að ná þeim. Akkurat. Heyrðu, hérna sjáum við eldhúsið og hér verður sem sagt opið inn í eldhúsið. Já, hér verður opið inn í eldhúsið og þessi fletir sem ég að byrja að mynda hér, þetta verða einhverja skúffur sem verður að draga. Í báðar áttir. Já, það kemur innrétting að þessu og mér skilst að það komi svo plata sem verður beygð niður. Yfir, já. Heyrðu, og svo baðið, það líka svona að komast mynd á það? Já, ég búinn með sem sagt að tvöfalda þennan vegg sem þarna og síðan á eftir að hlaða baðker hér og þið sjáu þetta rendurna, já, það eru ljós sem koma þar í og síðan einhverjar svona meiráttar tunnur eða eitthvað svona dæmi sem er keypt út í heimi. Akkurat. Ég veit það. Já, en ekki gaman að þú veist, að gera eitthvað svona sem öðruvísi heldur þeir eru vanir? Jú, ég reyndar búinn að vera, ég eiginlega nýbyrjar aftur að smíða. Ég smíðaði mikið í gamla daga þegar ég var krakki og var svo að kenna síðastliðin 4 ár og ætlaði svona að fara að vinna hálf heilalaust í smíði. Já, en þetta náttúrulega ekki svoleiðis. Nei, þetta því miður, þá hef ég nei, sem betur fer segja. Enda þú náttúrulega sem listamaður, þú ert það sjálfur, að þetta hlýtur að vera mjög gaman fyrir það að vera í svona skapandi vinnu þá. Já, ég mjög mikið gefinn fyrir svona skapandi vinnu eins og Kristur, hann var trésmiður. Og skapari. Skapari ekki minna. Góður. Nei, nákvæmlega. Heyrðu, en frá Eiríki förum við eftir í teóríuna aðeins meira? Já, og sjáum svona aðeins raunhæfari myndir hérna með okkar góða fólki. Við grillum þau á eftir. Já, eftir augnablik.